Þetta byrjaði allt 2016. Við langaði að gefa út plötu með tveimur vinum mínum og við vorum búin að vera að vinna í henni í smá tíma en við vildum einhvern veginn kýla á þetta og breyta leiknum sko. En við áttum engan pening og við vissum ekkert hvað áttum að gera. Og vorum aldrei með nógu gott stúdíó, vorum aldrei með nógu gott sound. Og við náðum að tróða okkur inn í stúdíó og borguðum allir 20.000 kall á haus, þannig að þetta var 60.000 kall. Við fórum kannski í stúdíóið og náðum að vera þar í 20 mínútur áður en einhver annar kom og þurfti að kenna á gítar eða hvað sem það var. Það kannski þurftum við að fara út og rúnduðum í svona klukkutíma, hlustuðum á einhver demos. Svo komum við aftur og kláruðum. En við náðum aldrei að vera í stúdíóinu í marga klukkutíma í senn. Samt náðum við að klára plötuna á 2 mánuðum. Þannig að við gerum fyrstu plötuna okkar fyrir 60.000 kall. Þegar við gefum út plötuna, þá byrjuðum við loksins að græða smá pening en ég viðurkenni alveg að þá kunni ég ekkert að fara með hann. Ég eyddi örugglega fyrsta árinu og í föt og mat, skilurðu. Duglegur á Kentucky, en síðan kom að ég var svona byrjaði aðeins að hugsa um gang og mér langaði að eiga pening, ekki bara að eyða pening. Þannig að ég talaði við mömmu og við gerum díl að ég myndi alltaf leggja inn á hana 50% af öllum launum sem ég fæ. Og þar byrjaði boltinn dálítið að rúlla sko. Þá á ég fyrir útborgun á íbúð, þannig að takk mamma.